Já, ég Iðunn, mamma Bryndísar Klöru. Ég heiti Birgir Karl, pappinn Bryndísar Klöru. Minningasögu Bryndísar Klöru var til bara örfáum dögum eftir hún kvaddi og við stofnuðum hann en síðan sjáum við bara bleiku bílginn að fara af stað. Það tóku allir undir og það var alveg ótrúlegt að bara raun og fá að fylgjast með upphæðinu því að það voru aðrir sem keyrðu bleiku bílginn af stað. Það gekk svo vel að safna að við fórum að hugsa stærra. Þá kom í ljós að það var verið að vinna ofbelds- og áfallamóttöku fyrir börn og það vantaði húsnæði undir það. Þannig við fórum að leita á húsnæði og það fannst. Gætuð þið lýst Bryndísi í fáum orðum? Góð. Já, góð og dugleg, góð, ákveðin. Keppnis Sem var að keppa, en líka alltaf að hugsa aðra. Já, eins og segir, þú lýsti nú mómenti í fótboltaleik þegar vinkonan er datt. Já, það var held ég bara einhvers staðar á einhverjum velli hér, þannig Var það ekki mót? Í Breiðablik tæklaði einhver í mótliðinu og Bryndís hljóp og stoppaði eða sóknina bara til að gáka hvort það var ekki í lagi með hina sem lá. Það var alltaf leið með hana. Hún var í svona nokkur ár, cirka svona 8-12 ára og keppti á öllum sem mótum, símamótinu og þau fóru til Akureyrar og við fórum til Vestmannaeyja og Reykjavík og það var rosalega gaman að fylgjast með henni. Af hennar fannst hún alveg rosalega efnilega og mjög svekktur þegar hún hætti. Men hún hafði einhvern veginn svona fallegan stíl og var bara dugleg að skora og hlaupa Góður liðsfélagi. Góður liðsfélagi, já, algjörlega. Mér fannst alveg rosalega gaman að fylgjast með henni. Bara alveg yndislegt og það sem var náttúrulega líka svo dásamlegt fyrir hana var að þú veist, svo marga vinkonunnar voru að æfa líka í Breiðablik fótbolta. Þannig að félagskapurinn er náttúrulega algjörlega frábær sko, sem hefur svo góð áhrif á krakka. Hún var stolt Bliki. En hvernig hefur verið að finna stuðninginn frá samfélaginu og sjá fólk sameinast í hennar nafni? Það er bara ólýsanlegt. Já, ólýsanlegt og metanlegt. Þetta er náttúrulega atburður sem á ekki geta gerst. En það er greinilegt að hann á ekki að geta gerst aftur. Fólk alltaf, það eru á öllum árum, já þetta mun aldrei gerast aftur. Óboðslega verðmætt og gefur okkur mikið að sjá að þetta verði til einhvers. Já, og fólk og félög eins og þið haldið svona fallega viðburði til styrsta sjónum og Bryndísarlíð og þá er yfirleitt fullt af fólki í Bleiku og það er bara yndislegt að sjá. Og einmitt núna eru þið haldið styrktarleik, hvernig er fyrir ykkur að sjá gamla klúbbinn hennar Breiðablik halda einn leik til heiðurs hennar? Ekstra hlýtt í hjarta. Já, við erum bara svo snortinn og það er bara svo dýrmætt. Já, allt svona fyrir okkur. Sérstaklega svona hennar lið og hennar bær. Kannski bara að lokum, hvað þýðir það fyrir ykkur að sjá fólk mæta hérna í Bleiku bylgjuna á Kópavogsvelli og sýna samstöðu og standa saman á leiknum? Það bara einmitt sýnir að fólk er að hugsa til hennar og það er alveg bara yndislegt að sjá. Vonandi verða bara sem flestir í Bleiku. Ég vona bara allir sem að hugsa til hennar þegar þeir eru í Bleiku. Og hlökkum til að sjá Blikana í Bleiku búning vinna. Já, sjá Blika vinna. Við viljum bara rauninni þakka Bliku fyrir að taka þátt í Bleiku bylgjunni og halda þennan stóra og fallega viðburð. Já, mér finnst þetta náttúrulega bara fyrsta lagi fallegt framtak hjá klúbbnum. Mér finnst þetta svona einmitt vera það sem að fótboltinn getur snúist að við séum að sameinast, flykkjast öll á baku eitthvað sem að skiptir meira máli heldur en sportið sjálft og bara þannig sýna lit og leggja okkar af mörkum til þess að sýna stuðning og sem að raunverulega bara skiptir máli og er táknrænn og hefur þýðingu. Hvað myndi það þýða fyrir þig að sjá fullan Kópavogsvöll af fólki í Bleiku? Bara ótrúlega mikið, bæði fyrir okkur og fyrir fjölskylduna. Þá held ég að skipti öllu máli til þess að fjölmenna völlinn. Frábær leikur, frábært málefni
vonandi bara gott við líka, þannig það er engar afsakanir. Já, það myndi náttúrulega bara þýða fyrir mig að ætli maður ekki hálf hræður bara. Þú veist, það væri bara falleg stund, þetta væri tákgrænt og eitthvað sem að ég vil bara hvetja alla Kópavogsbúa og rúmlega það að taka upp á að gera, mæta næstkomandi mánudag og sýna lit. Herdís, þú þekktir Bryndísi Klöru. Ég og Bryndís Klara vorum saman í grunnskóla í 10 ár í Salaskóla. Bryndís var ógeðslega brosmild og fyndin manneskja og ótrúlega góð vinkona vina sinna. Frábær manneskja sem þú horfir alltaf á og þú eiginlega brostir alltaf þegar þú horfir á hana. Finnur þú fyrir því að þetta sé meira en venjulegur fótboltaleikur? Já, mér finnst þetta að vera meira en fótboltaleikur, bæði fyrir mig persónulega og bara fyrir Breiðablik sem heild. Það er bara ótrúlega sterkt á okkur að sýna að við styðjum við þetta og við viljum að fólk sé að hugsa þetta og taka eftir þessu. Og svo líka bara fyrir mig persónulega að því mér þótti mjög vænt þessa mannesku, Bryndísi, og þetta er bara ótrúlega mikilvægt málefni sem að fólk þarf að taka eftir. Við stelpurnar erum ótrúlega spenntar fyrir leiknum. Þetta eru auðvitað 2 lið sem voru að keppast titilinn í fyrra, þannig að þetta verður hörkuleikur og okkur hlakkar mikið til. Þetta er ótrúlega fallegt málefni sem við erum að styrkja og hvet ég eindregið alla F-fáinga að mæta leikinn og að mæta í bleiku. Hvernig finnst þér að vera hluti af svona sérstökum leik? Bara frábært. Við hugsaðum mikið stelpunar hvernig við getum tekið þátt í svona sérstöku verkefni og vorum að ræða þetta í fyrra. Hvort það væri ekki skemmtilegt að vera með styrktarleik og að þetta orðið að veruleika ári síðar er bara frábært. Hvernig var að sjá bleiku kærleikstreyjuna í fyrsta skipti? Mjög skemmtilegt. Ég held að það sé líka bara gott að halda þessu á lofti. Þetta er mjög mikilvægt. Svona hlutir getur sem voru þannig að þeir gleymist eftir einhver tíma, þannig ég held að það sé frábært að gera þetta svona einhvern tíma seinna að halda þessu á lofti. Þannig já, mjög skemmtilegt. FH hefur verið með sterkt lið síðustu ár og það er alltaf stóri leikir þegar Breiðablik og FH mætast. Við hverju mega áhorfendur búast við á mánudaginn? Ótrúlega spennandi leik. Það er alltaf hiti á milli þessa liða og við erum nú flest allar vinkonur utan vallar en þegar við mætum inn á völlinn þá er það ekki svoleiðis. Þannig áhorfendur mega bara búast við mjög spennandi og hörkuleik á milli tveggja hörkuliða. Við FH eigum harma hefna eftir síðasta tímabil og ætlum við sjálfsögðu mæta á Kópavogsvöll og taka þennan leik. Svona viðburðir sýna hvað íþróttir geta sameinað fólk? Ég held að þetta sé akkurat það sem að íþróttirnar snúast sameinast eitthvað svona sem er æðra og eitthvað sem skiptir meira máli heldur en að hvort sem er að sparka í bolta eða kasta bolta. Þannig að þetta er akkurat vettvangurinn sem að nýta í svona.